Já, komið sæl, við heilsum úr stúdíói VFR í húsi Verslunarinnar í Kringlunni. Hér sitjum við, Ásgeir Brynjar Torfason og ég, Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, og við erum að velta fyrir okkur efnahagsmálum. H fyrir hagfræðið heitir þessi þáttur, þar sem að við rýnum í efnahagsmál út frá sjónarhóli launafólks og almannahagsmunum. Og í þessum þætti ætlum við að fjalla aðhald í ríkisrekstri, hallalaus fjárlög og hvaða þýðingu það eiginlega hefur fyrir venjulegt fólk. Til okkar kemur Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítala, sem ætlar að segja okkur hvernig aðhaldi í ríkisrekstri lítur út á stærstu heilbrigðisstofnun landsins. En við tvö ætlum bara að spá aðeins í spilin og velta fyrir okkur þessum hugtökum sem að hafa snertingu við daglegt líf flestra í landinu. Við ætlum að tala aðhald. Já. Samt ekki megrun. Nei, en það væri kannski hægt að líkja því við það. Hefur þú farið í megrun? Nei, en ég fer út að hlaupa. Já, sko, ég alveg upp á svona 10. áratugnum, þá var ég svona úlingur. Já. Og þá var bara megrun eitthvað sem að bara konur átt að gera bara alltaf. Já. Það átt að vera látlist í megrun. Alltaf að hugsa um það. Og þá allir á móti fitu. Já, já. Sko, ég meira hugsa það út frá ritgerðin mín sem fjalla sjóðstreymi. Það kom flæða peningar inn og flæða peningar út. Og ef ég fer út að hlaupa, að þá fer ég og fæ mér kannski pizza á eftir eða eitthvað gott að borða. Já. En megrunar orðfæri er stundum notað ríkisfjármál. Já, herða sultarólina er líka notað. Skera burt fitulægið. Já, þetta er kannski ekki alveg heppilegt út frá lýðheilsusjónarmiðum en það er stundum hugsað og ég vil segja opinber fjármál, ekki bara ríkisfjármál, eins og að það sé heimilisbókhald. Einmitt. Sem er ekki alveg rétt. Hver er munurinn á ríkisbókhaldi og heimilisbókhaldi? Sko, í heimilisbókhaldinu þá verður að passa upp á að tekjurnar sem hún færð sem launamaður dugi til að borga fyrir húsnæðið, lán eða leigu og allt sem því fylgir og matinn og allt hitt sem þú þarft að borga. Annars ferði yfirdrátt á reikningnum og safnar upp skuldum. Og það hverfi ekki? Nei. Og ef að þú ert í viðvarandi hallarekstri, eins og það heitir, og ert í mínus, að þá bara stekkar yfirdrátturinn þar til bankin segir nei, stopp, eða þangað til þú annarkvort, og það er mjög mikilvægt, annarkvort verða að vinna meira eða auka tekjurnar eða minnu og spara útgjöldin. Og hvernig virkar þetta fyrir ríkið? Vill maður ná jafnvægi, sko. Já. Að það fer ekki meira út en kemur inn. Já. Það er það sem að þú vilt svona hafa í þínu lífi. Já, en þarna er sko mikilvægt að hugsa annars vegar er þetta ef ég fyrir bókhald sko, þetta er svona reksturinn, tekjur inn, útgjöld út og hafa það jafnvægi. En síðan ertu með efnahagsreikningin sem eru eignina þínar ef þú átt hús og skuldirnar á móti því og það er þess vegna ef þú ert í viðvarandi mínus að þá bætist við skuldirnar. En hjá ríkinu að þá er hægt að þola smá mínus, hann má ekki vera mikill. Í Maastricht skilyrðunum fyrir Evrópusambandið þá er leyfilegt að halli hins opinbera sé 3%. Maastricht skilyrðin eru þessar svona fjármálareglur sem að Evrópusambandsríkin þurfa að uppfylla. Og það er út frá bara frá þeim tíma þegar Evrópusambandið er sett saman að það var svona góður kynsismi viðvarandi að það er ekki markmið ríkisins að skila hagnaði. Markmið ríkisins er að skila góðu umhverfi fyrir lífið okkar, heilbrigt og gott líf og það er ekki markmið að vera búið að borga upp allar skuldirnar áður en að við hættum í ríkisstjórn eða áður en við förum á eftirlaun. Heldur þarf að vera jafnvægi, það má ekki vera viðvarandi skuldaaukning en ríkið er þannig fyrirbæri að þegar hagkerfið er að vaxa, ef það er hagvöxtur
að þá þolir ríkis reksturinn að vera í smá mínus í samræmi við hagvöxtin annars vegar og verðbólguna hins vegar. Maður þarf að hugsa nokkrar tölur. Þetta svolítið flókið svona og margir hagfræðingar kunna ekki bókhaldi alveg nógu vel. Það er að segja að þeim líður bara illa yfir því að það sé mínus og það hljóti að vera þá börnin okkar sem muni þurfa að borga þá skuld. Ja, þeir sjá ekki að skuldir sem að ríkið býr sér til geti horfið með öðru heldur en að einhver þurfa að borga þér einhver tímann. Já. En þú ert að segja að hagvöxtur stundum borðar þar upp. Já, og annars vegar það er samspil á milli hagvaxtar og verðbólgunar. Þannig að ef að verðbólgan er minni en hagvöxturinn, að þá jæst smám saman af skuldunum, þar að segja ef þær er ekki verðtryggðar og Ísland er náttúrulega með svolítið mikið af verðtryggðum skuldum og þá gerist það ekki. En flest ríki eru með óverðtryggð ríkisskuldabréf og það er svona það sem hefur verið kallað á COVID-tímanum vaxa út úr skuldunum, þar að segja. Og það er þess vegna sem þetta er hinn keynesiska hagfræði snýst það að þegar að illa árar, þegar það kemur eldgos, þegar það kemur heimisfaraldur, þegar það kemur eitthvað áfalla, þá þolir ríkið það alveg, því ríkið fer ekki á hausinn, heldur bara bæti við sér skuldum og svo vinnur það sig upp úr þeim. Öll lönd meir og minni í heiminum lendi meiri skuldum við COVID og núna kemur síðan stríðsástand og öll ríkin nema við eru að auka útgjöld í hernaðarmál sem þýða að aukna skuldir. Það er búið að breyta reglunum í Evrópusambandinu, fjárfesting í hernaðarbúnaði telst ekki með í skuldareglunni. En þetta er líka eitthvað sem ríki getur gert. Þau getur bara eins breytt rammanum og leikreglunum. Já. Þess að þarna það bara, þú mátt ekki skulda nema, hvað mega skulda mikið? Aftur Maastricht-regluna segja 60% af landsframleiðslu. En síðan var þessar umgjörð breytt fyrir 3 árum og þá er einmitt megin hlutin í því að því það voru svo mörg ríki komin upp í þetta markum 60 og þá þarf það að fara að vinna á skuldunum aðeins eftir það og það var í raun og veru með nýju umgjörðin út í Evrópu teykt á því þannig að þú fengir lengri tíma til að vinna á þeim skuldum sem að væri umfram sérstaklega þú væri að skila það sem heitir frumjöfnuður mjög leiðilegt svona tæknihugtaka þú væri raun og veru að skila alltaf örlitlu í plús þannig að þetta væri að vísa í rétt átt. En þá mætti það taka lengri tíma náði niður af því að það getur verið dýrara að draga harkalegi bremsuna fara að loka einhverjum spítölum eða hjúkrunarheimilum eða þjóðleikhúsinu til þess að spara, til þess að ná niður hallanum, til þess að ná niður skuldunum. Þú veist að þarna aftur það er hægt að gera of mikið af öllu en það er jafnvægið á milli og það er ekki jafnvægi að ná 0 stöðu, jafn mikið af tekjum og gjöldum nákvæmlega, heldur að það sé að ná jafnvægi í því að hagvöxturinn haldist sé meira en verðbólgan, þannig að þá smám saman vaxi hagkerfið og þú gerir ekki neikvæða hluti sem gerir hagkerfið verra, því það er ekki bara peningar sem stýra öllu, það er spítalareksturinn, leikskólareksturinn sem verður að vera til staðar til þess að við getum rekið atvinnulífið. Ég meina, enginn myndi fara að loka leikskólum til þess að spara útgjöld og þá kemist fólk ekki í vinnuna, því þá myndi meira tapast á þeim reikningi, þannig að Það er enda verið að skera þjónustuðara og því þó hvort það gerist ekki, en það er kannski, við tókum það í síðast. Já, og þá þurfa afar ömmur eða einhverjir að redda málunum. Það er að því það telst ekki með. Mömmur að minnka starfshlutfalli, það er það sem er að gerast. En við ætlum á eftir að spjalla við Runólf Pálsson, forstjóra Landspítala, hvernig svona aðhald lítur út frá sjónarhóli stærstu heilbrigðisstofnunar landsins. Já. Og okkur fannst rétt að heyri í honum vegna þess að heilbrigðisútgjöld eru náttúrulega, heilbrigðismál eru stærsti útgjaldaliður ríkisins og Landspítali þar stærstur. Þannig að það er alveg gríðarlegir fjármunir sem fara þarna inn. En ég gerði að ganni svona orðaleit í ræðusafni Alþingis
og fyrir yfirstandandi þing bara sem að hófst síðasta haust og varir enn. Og orðið aðhald hefur komið fyrir næstu því 300 sinnum. Og það sem áhugavert við það, ég prófaði að fletta upp einhverjum svona orðum eins og gullhúðun sem hefur verið svona mjög vinsælt orð. Það bara hefði komið fyrir 20-30 sinnum, en bara hjá einstaka þingmönnum. En aðhald, það er bara allir að tala um aðhald. Þingmenn allra flokkar að tala um aðhald, virðast öll bara elska þessa hugmynd, nota þetta svona jöfnum höndum og eru sammála um að aðhald í ríkisrekstri sé gott og mikilvægt. En kannski ósammála um hvort það sé nóg, þú veist, núverandi ríkisstjórn sagði við ætlum að loka fjárlagagatinu ári fyrr en hinn ætlaði að gera og svo segir stjórnan þannig þeir eru samt ekki að gera nóg og þeir eru ekki með nógu mikið aðhald. En þegar það talaði um aðhald í ríkisrekstri, hvað nákvæmlega verið að tala um? Már Guðmundsson sagði fyrir 3 árum í viðtali í vísbendingu að það væri mikill ruglingur í umræðinni aðhald. Af því að svona alvöru hagfræðingar eins og hann, þegar þeir segja aðhald ríkisútgjaldana, þá er hann að meina stuðningur við að halda aftur af verðbólgunni. Já. Og aðhaldi getur verið á tekjuhlið eða útgjaldahlið. Þannig að sem sagt, það er allir að fara eins og kettir í kringum heitan graut, það vill enginn segja skattahækkanir því þá ertu uppnefnd. Þannig að hann er að meina jafnvægi og að það sé þannig ekki ríki sem sé að hvetja til verðbólgunnar og þannig haldi það við stuðningin það að verðstöðuleikin haldist. Hann er náttúrulega var seðlabankastjóri 2009 til 2019 og ég held að allt og fáir hafi náð þessu að þegar það er verið að tala um aðhald hagfræðilega, að þá er það að ríki á að vera hlutlaust. Nú þurfti í heimsfaraldrinum og síðan eldsumbrotunum að fara í meiri ríkisútgjöld, þannig að þá varð svona þensla frá ríkisins hálfu vegna útgjaldana og skuldirnar jukust. Þannig að það er alveg hluti af skýringunni fyrir verðbólgunni sem við erum búin að vera að kljást við, að þar flæddu peningar út. En það er ekki þar með sagt að sú verðbólga lægist við það að fara að vera með rosalega mikið aðhald núna í því að láta ríkisútgjöldin fara að vera í plús, þannig að sé hægt að fara að borga niður skuldir að því að eins og við ræddum í síðasta þettinum ef að ríkið ætlar að hækka gjöldin til þess að koma út í jafnvægi, til þess að vera ekki þenslukveitjandi, að þá er ríkið orðið verðbólguhveitjandi með hækkuðu þjónustugjöldunum. En sko gjöld eru verðbólguhveitjandi, ekki skattar? Já, gjöldin sem að ríkið setur á eins og veitur sem við tókum dæmið ef að veitur hefur bara tekið lán sem hefur aukið opinbera skuldir en skipt út leiðslunum svo við einfaldum þetta í staðan fyrir að hækka gjöldin á fólk að þá hefði verðbólgan orðið minni. Alveg eins og þegar að ríkið tók á sig að styðja við skólamáltíðinar að þá minnkaði verðbólgan. Að því að það dró útgjöldum fólks. Þannig að það er hægt að beita sérstækum aðgerðum á vissa hluti til þess að vinna á verðbólgunni en það að ætla að fara að vera að tala stöðugt aðhald í ríkisrekstrinum með aðhald á útgjaldavextinum og að þá munum við bara losna við verðbólguna. Við sjáum það bara að olíuverðið er að hækka og hagnaðurinn er að hækka hjá fyrirtækjunum þannig að verðbólgan kemur úr öðrum rásum heldur en með því og Már segir það líka í viðtalinu, það þýðir ekki að ætla að vinna á verðbólgunni með niðurskurði ríkisútgjalda. En hafa ríkisútgjöld bein áhrif á verðbólgu og í hvaða svona tilfellum hafa þau bein áhrif á verðbólgu? Já, sko ef við erum að skoða hagkerfi í heild, það er þetta sem hann er að meina með aðhaldsstigið. Ef að þau fylgja vextinum, þegar að hagkerfi er að stækka, þegar okkur er að fjölga, þá þarf að stækka spítalann, þá þarf að byggja fleiri leikskóla og þá aukast
útgjöld ríkisins og fjárfestingar ríkisins til að halda í við þann vöxt og það ekkert slæmt. Það þess vegna sem að ég var að lýsa á þann að ef að vöxturinn minni heldur en hagvöxturinn eða fólksfjölkunin sem að skilar síðan meiri skattekjum, að þá það bara góður vöxtur útgjalda. Í staðan fyrir að eins og reynslan var við eftir fjármálahrunið fórum í alls konar niðurskurð og frestum því að fara í viðhald til þess að ná jafnvægi að því að þá vorum við í svo miklu tapi að það skilaði sér bara seinna í mikluðum leikskólum sem kostar bara miklu meira núna að laga heldur en ef við höfum viðhaldið þeim eðlilega. Þannig að það svona mjög skýrt dæmum þegar það dregið of harkalega í bremsuna þá kemur kostnaðurinn meiri síðar. Eða eins og við sjáum kannski við þessa miklu fólksfjölgun að ef við náum ekki að byggja upp samfélagi samhliða vextinum annars vegar að því að við erum að passa að skuldinar aukist ekki mikið eða við viljum ekki byggja upp samhliða því þarna þarf að gera greinar mun á hvað sem getur verið góður vöxtur og þar með jafnvel tímabundin útgjalda aukning til að halda í við vöxtin og það í raun og veru það sem komið inn í umræðan núna, hagvöxturinn á mann í raun og veru ekki búin að vera til staðar síðastliðin áratug sem sýnir að við vorum bara í svona fróðuvexti svolítið eins og fyrir hrun annars konar, að það var bara svona vöxtur en það var ekki innistæða fyrir honum og ef við höfum ekki byggt upp samfélagið samhliða að þá erum við búin að vera ganga á eða eiginlega að fá að láni úr eignahliðin okkar það að segja með því að ef maður viðheldur ekki annarkvort leikskólanum eða viðheldur ekki stærð samfélagsins í samræmi við vöxters fjölgun fólksins eða þess að þá ertu ekki að taka peningalán en þú ert bara að fá að láni úr viðhaldshliðinni eða fá að láni úr því að tróða fleirum í einhver pláss eða láta liggja á göngum eða að láta vera biðlista eftir að komast á hjúkrunarheimili. Það í raun og veru sparnaður sem mjög vondur. Það var svo sláandi fyrir 2-3 árum held ég þegar fregnir barast frá Bretlandi af því að þak í fleiri en einu skóla byrjaði svona hrynja, byrjaði svona molna úr þaki í skólum. Og þetta haust þá var bara fullt af börnum sem gátu ekki farið í skólan þegar það var hætt á að þaki myndir hrynja. Og það var að því að þegar það var notið þetta steypa sem var vinsæl fyrir 50-60 ára síðan, svona steipulíki sem að hefur bara 50 ára líftíma. Já. Og það vissuð allir. Já. Og þetta var eftir seinni heimsstyrjöld og vantaði pening og þurfti bara að gera hlutina. En síðan koma seinni kynslóðir sem að elska niðurskurð og bara náttúrulega eftir hrunið í Bretlandi var ráðist í gríðarlega niðurskurð og þannig að það er aldrei farið í að viðhalda eða breyta fyrir en þakið byrjað að hrynja á skólabörnin og þau missa bara úr einhverjum mánuði í skóla og það var talað crumbling Britain svona Bretland að hrynja og þetta var það svona metafóru fyrir, þú veist, öll bókastöðnin sem var búið að loka, alla þjónustöðin sem var búið að leggja niður, alla vegina sem ekki virkuðu og ég fekk svona samsvörun við miglun á Íslandi. Já. Við erum svona samfélagi farið að migla með því að setja í gáma og það miklu dýrara líka. Já, svona grunninnviðir einhver leiti að migla og út af viðhaldsskorti en það líka eftir hrunið þegar þú ákveður við ætlum að hætta bara að sópa gólfinu á leikskólanum og laga málinguna og hætta að vera með húsverði og eitthvað og síðan þarftu ef þú bara hættir því þú segir ekki við ætlum að sleppa því ár og næsta ár að þá svo stór ákvörðun að byrja með það aftur af því að þá ertu með einhvern útgjalda auka sem að virðist algjörlega bannaði stjórnmálum í dag það má ekkert kosta Nei. En með því að sína fram á að það var svo dýrt að kalla alltaf út einhverja smiði og rafverki til að skipta perur eða festa lausu spýtuna í grindverkinu og leikskólanum að þá það orðið
hagstæðara kannski. En þetta var eitt af því sem að leikskólastjórar í Reykjavík voru að kalla eftir að þau væru ekki húsverði leikskólana sinna. Ekki engungu vegna þess að þau var nógu sinni könnu, heldur líka vegna þess að þau hafa bara ekki fagþekkinguna til þess. en þetta svona dæmi það kemur á skuldadögum þó það sé ekki greiðsla á láni, heldur það var einhvers konar annars konar lán og þetta bara líka dæmi umhyggjuhagfræðina eða það sem við vorum að ræða síðast hagfræði leikskólana að það að fjárfesta ekki í börnum þannig að þau alist upp við góð skilar sér bara í miklu dýrari kostnaði síðar meir. En nú fjármálaráðherra mjög peppaðir fyrir hallalausu fjárlögunum sínum. Já. Sem hann ætlar að græða á næsta ári. Já. Við bíðum spennt eftir fjármála áætluninni. Hún kemur núna í apríl. Já, hann vísaði í náttúrulegumálundaginn, sagði það jafn örugt og sólin kemur upp, að við munum skila hallalausum fjárlögum. Já. Þetta svolítið bratt að segja þetta því að hann alls konar órói og ýmislegt getur breyst. En hvað gerist í þessari fjármála áætlun? Það var eftir hrun endurskoðuð umgjörð fjármálana og þá það ekki bara ríkisfjármálin heldur fjármál hins opinbera í heild og þá verið að taka með sveitafélögin og fyrirtæki sem eru í eigu hins opinbera. Þannig að það verið að reyna að ná svona heildstæðri mynd á hið opinbera. Til þess að það væri ekki eitthvað svona sveifla hann á milli eins og þegar var gerð svona tricks þegar ríkið minkað útgjöld sín með því að flytja grunnskólan til sveitafélagana og láta þau fá síðan aðeins minna í skattekjur, í útsvar fyrir það, það verður að horfa á þetta í heild. Við erum að reka eina samfélag og sumt gert hjá ríkinu, sumt gert hjá sveitafélagum og sumt gert hjá veitufyrirtækjum eða einhverjum svona opinberum fyrirtækjum og þá að ná svona yfirsýn á alla þessa þætti saman og til þess að það sé ekki síðan fjárlög á hverju hausti þar sem allir reyna að koma inn einhverju svona sérhagsmunum fyrir sitt kjördæmi eða sinn hóp að þá á að setja 5 ára áætlun hið minnsta og það sem að þú ert með svona plöni eins og þú ert að byggja leikskóla eða spítala eða eitthvað sem tekur meir en 1 ára að það sé svona yfirsýn yfir hvað á að fara að gera og þarna ætlum við að byrja á þessu nýr landspítali, ný þjóðar leikvangur, svona stórar framkvæmdir hins opinbera og náttúrulega ætti að vera líka vöxturinn, mannfjöldavöxturinn, við þurfum að byggja svona mikið af skólum fyrir vöxtin á fólkinu og að þú sjáir svona, þú horfir meira fram í tíman, þannig að þú sért líka ekki að eigða rosalega mikið fyrir kosningar til að geta klippt og holta borðum og svo verði að svona skera niður eftir kosningar heldur þetta sé svona eðlilegur rekstur til langs tíma og þetta núna að vera komin 10 ár sem búið að keyra eftir þessu en það hefur kannski ekki alveg náðust að innleiða að þetta virki með að við séum með svona langtíma sína og reka samfélagina saman heldur verður svolítið hætta á pólitíkin fari að blandast inn í þetta og jafnvel líka að sé verið að reyna gömlu aðferðina varðandi fjárlögin að koma einhverju að í fjármálaáætlun ekki en í viðbót við þetta kemur síðan óheppilegi kosningatímin að því að nú voru síðustu fjárlög, síðasta haust voru fyrstu fjárlögin sem þessi ríkisstjórn settið og hún hafi verið allt síðasta ár. Hún þurfti að keyra allt síðasta ár á fjárlögum fyrir ríkisstjórna að því að var ekki kosið að vori. Þetta kerfi hugsað að kosið að vori og ný ríkisstjórn setur sín fyrstu fjárlög hausti, setur síðan fjármála áætlun næsta vor fyrir 5 árin og fjármála stefnan nær utanum þeirra 5 ára tímabil sem kjörtímabil og 1 árin í næsta og svo á alltaf að uppfæra fjármála áætlunina til 5 ára þannig að þú getur ekki hlaupið frá borði miðað við 4 ára kjörtímabilið og þá sé síðan ekkert verið að hugsa fjárfestingar og viðhald. En nú eru þau að fara að koma með sína fjármála áætlun og þau tala svolítið, það svona smá svona undirspil í gangi verið að keyra þessi væntingar, það verður ýmislegt í þessari fjármálaáætlun sem sýnir fram á aðhald ríkisins í skilningi más held ég en
á hverju eigum við von? Sko, miða við hvað áherslan mikið á hallaleysi-fjárlögin, að þá verða þau annarkvort að auka tekjur eða þá að passa að útgjöldin vaxi ekki meira heldur en tekjurnar eru að vaxa. Og hérna kemur inn í faktorinn af hagvöxturinn. Ef að hagvöxturinn er að verða mjög lítill, hann er bara rétt 1%. Hann er nánast í núlli. Já, og per mann er hann ekki búin að vera neitt og hann er í raun og veru bara neysludrifin, hann er ekki að koma frá útflutningi, að þá kemur eiginlega bara svona sjálfkrafa aðhald. Það er að segja, ef þú ert ekki að vaxa, þá getur ekki aukið útgjöldin og þá þarftu bara viðvarandi að halda aftur af þeim, nema þið tækist að hækka tekjuhliðina, en þá þarf að hækka skatta á einhverja. Við ætlum að heyra þess í Runólfi Pálssyni, forstjóra Landspítala, það hvernig það lítur út þegar Landspítali, stærsta heilbrigðisstofnun landsins, þarf að draga saman seglin. Runólfur, áður en lengra haldið að langar maður að spyrja þig, þú ert búin að vinna á Landspítala svona samfleytt í 30 ár. Hefur einhver tíman verið tímapunktur þar sem ekki hefur verið einhvers konar svona aðhald eða draga saman? Já, nei, líklega ekki. Allavega eins langt og ég man aftur að þá hefur náttúrulega verið klifað á því að rekstur spítalans sé einhverjum ólestri og að það sé verið að fara illa með opinbert fé. Ég reyndar þegar heimsfaraldur COVID-19 skall á, þarna 2020, þá held ég nú að það hefur verið rýmkað mjög svona fjárheimildir. Þá fenguðu svolítið bara það sem þið þurftuð. Já, algjörlega. Stjórnvöld bara treystu ykkur fyrir verkefninu. Já. En auðvitað hefur þetta, á þessu tímabili, langa tímabili svo nefnir, auðvitað hefur þetta verið misjant hversu áberandi þetta hefur verið, en svona almennt séð þetta er mjög stór stofnun á íslenska vísu og útgjaldafrek, þannig að þá kannski skilum að það af hálfu fjárveitingavaldsins að það er reynt að skapa eins mikið aðhald og kostur er. Í hruninu náttúrulega þá þurfti náttúrulega heldur betur að skera niður útgjöld og ég held að á 3 árum hafi verið skorið niður 20%. Þykja á tímabili, en því miður að ef ég man rétt að þá ákváðu yfirvöld þess tíma að halda áfram á svona svipari braut og þá náttúrulega var þetta alveg komið var reksturinn komið í hálfgerð þrot og þá var þetta forstjóri Björn Sóga hætti og það eiginlega sauð upp úr þetta leyti vegna þess að fólk náði miklum árangri, en það eru takmörk, oft á tíðum að þá þegar við ráðist í svona strangar aðhaldsaðgerðir að þá er þetta að ná skammtíma árangri, en ef við ætlum að halda uppi háu þjónustustigi eins og þjóðin gerir kröfu að þá náttúrulega gengur ekki til lengdar. En þetta eru opinberi fjármunir og það ber að fara vel með það og ég held að það sé svona almennt skilningur þeirra sem er í forystu á hverjum tíma. En hvernig lítur þegar það er niðurskurður einhvers konar aðhald, nú er talað að sé eitthvað 4-5 milljarða króna gat á milli svona áætlun spítalans og svo fjárframlagsins sem að hann fær. Hvernig lítur þetta út inn í starfseminni? Hvar sést þetta? Það lítur ekki vel út. Ég meina við stöndum alltaf frammi fyrir því að reyna að hagræða til þess að mæta þessum ófullnægjandi fjárveitingum. Ég held að það hefur nú komið fram hjá fjármálaráðherra sérstaklega að hann líti nú ekki á þetta sem niðurskurð eða hagræðingaraðgerð, en heldur séu svona fjárheimildi breytilegar. En við náttúrulega höfum gert mjög vel grein fyrir rekstri spítalans og ég hef lagt mjög mikla áherslu á þennan tíma sem ég hef verið í starfi forstjóra að nýta gögn og gera mjög vel grein fyrir rekstrinu, því að ég býst við því þegar maður horfið tilbaka og það var alltaf svona mín upplifun árum áður að það vantaði oft svona skýrari upplýsingar hversu raunverulega rík fjárþörfin væri og auðvitað grundvallast það á þjónustu spítalans og allir starfseminni sem fer fram og gerði krafaðum. Þannig en þegar við stöndum fram með því að þurfa að hagræða þá náttúrulega reynum við að gera það á þann veg að það kom ekki niður á klínískri þjónustu.
stoðþjónusta meðal annars, en við erum líka að hafa í huga að stoðþjónustan, hún fyrir klínisku þjónustuna má segja. Þegar þú segir stoðþjónusta þá meinar þú svona þeir sem að styðja við? Já, algjörlega, en svo náttúrulega erum við líka með ýmis konar rekstrar innviði og svoleiðis, en enga síður þá þurfum við líka á því fólki að halda. Þannig það eins og staðan í dag að þá ekki mikil tækifæri. Það eins og alltaf hægt að gera betur í einhverjum svona smærri atriðum, en við leggjum mikla áherslu á að reyna að ná betri árangri í innkaupum, hagræða þannig. Við höfum náð miklum árangri í sambandi við kaup á lyfjum sem dæmi. Þannig það stöðugt verið að vinna á þessum að því að bæta rekstur spítalans, og ég ekki endilega viss að fjárveitingavaldi gerir sér nægilega vel grein fyrir því að það hefur ýmislegt áunnist. Ég til þess að við höfum sýnt fram á með gögnum að það ekki mikið svigrúm til hagræðingar, og það fullur skilningur á því til dæmis í heilbrigðisráðuneytinu, ég hef ekki orðið var með annað. Ríkisendurskoðun hefur líka kafað ofan í reksturinn? Já, 2024 var gerð stjórnsýslu úttekt á fjármögnun og áætlan að gera spítalans, og þetta alltaf ábendingar sem að mér fannst vera kærkomnar sem að koma út úr þeirri úttekt, en heilt yfir gæti ég ekki séð betur heldur en að þetta kæmi nokkuð vel út fyrir okkur. Ef við má skjóta inn í þannig að eftir hruni var kannski skorið niður í fjárfestingum. Það fyrsti liðurinn að spara, að bíða með að byggja eitthvað, að því það stór liður, og síðan búið að koma í ljós að það var óhagkvæmt að vera að gera það mikið, og þá svona næsta tricks að taka stóru þættina, því þar nærðu fljótt einhverjum árangri í að komast í nullið, ef það markmiðið ávallt, heldur en að vera hætta að borga 100 milljónir í að veiða refi og eitthvað þess að þar. Þetta alveg hárrétt, en stóru þetta náttúrulega bara þjónusta spítalans, og það stöðugt verið að bæta við í rauninni frekar heldur en að minnka framlag spítalans á því sviði. Það hefur verið rætt það í samt við framtíðarþróun Landspítala að skilgreina hlutverkið þrengra. Þetta háskólasjúkrahús, færa þá verkefni sem geta mögulega átt heima annar staðar í hendur annar aðila, ríkisstofnana eða jafnvel einkaaðila. Það hefur ekki gengið eftir. Það rauninni þetta á hinn veginn, ef maður horfir á síðustu ár. Nú hvað fjárfestingar snertir, þá það náttúrulega bara hálfgeð sorgarsaga. Innviðaskuldin ég leiði mér að segja skuggaleg í heilbrigðisþjónustunni, og það snertir Landspítala að farið allt og seint af stað með uppbyggingu nýrra mannvirkja. Í rauninni þegar Landspítala og Sjúkrahús Reykjavík voru samin árið 2000, að þá náttúrulega lá fyrir að það ætti að byggja nýjan spítala til að ná fram meðal annars hagræðingu sem átti að felast í þessu. Það kostnaðarsamt að vera að reka þjónustuna til dæmis á 2 meginstöðum í Fossvogi og Hringbraut með fullri 24/7 þjónustu, rannsóknarþjónustu og svo framvegis, en líka annar staðar. Svo það hjúkrunarheimili og önnur þjónusta ytri aðstæður sem eru mjög neikvæðar fyrir spítalana, þannig að þetta eitt. Nú svo við tölum bara fjárfestingaliði í fjárframlögum til spítalana sem eru þá annars vegar tæki og búnaður og hins vegar húsnæði, viðhaldsframkvæmdir og nýframkvæmdir, að þá hefur fjárhæðin til þessara þátta ekki aukið síðan 2018, ekki eins og tekið vellarsbreytingum, og það náttúrulega vegna þessar gríðalegu fjárhæðar sem fara til uppbyggingarna við Hringbraut á nýjum mannvirkjónum, en svo hefur það allt saman dregist allverulega. Það stóð nú upphaflega til að meðferðarkjarninn og rannsóknarhúsið opnuð 2024. Þetta kallar á nýjar lausnir í rauninni til þess að við getum viðhaldið þjónustustiginu, og við erum alltaf stöðugt að kalla eftir því, þannig að við höfum mjög lítið svigrúm til fjárfestinga. En það síðan hefur sjúklingum fjölgað og svo komu auðvitað aukinverkefni, það koma nýjar meðferðir, ný lyf, þið þurfi væntanlega að vera einhverjum tækjum búin til þess að geta bara laða starfsfólk til ykkar, fólk sem fær þjálfun á einhverjum góðum sjúkrahúsum erlendis á einhverja tækni og svo kemur það hingað og þá kannski svo tækni ekki fyrir hendi.
hafiði, og svo eru þetta kjarasamningar sem hafa áhrif á okkur, vinnuvikan stytt, launin hækkuð, hafa fjárframlög til spítalans tekið mið af þessu öllu? Nei, þau hafa ekki gert það og mér finnst þetta mjög miður vegna þess að þarna eru meðal annars stóri áhrifaþættir sem að aðrir hafa samið meðal annars í kjarasamningum og ég held að ég held að bara samfélagið allt hafi verið að baki stytninga vinnuvikunar en þetta er náttúrulega spurningum tímasetning og útfæslu og undirbúning. Þannig að höggi verði ekki of stórt. Það var mjög stórt hjá okkur. Til dæmis var þetta stytninguna hjá hjúkrunarfræðingum og fagstéttum öðrum með læknum 2021 að 10% stytting hafði það í för með sér hjá vaktavinnufólki að styttingin nameila í rauninni 16-17% af því að vægi vinnustunda og jöfnum vinnuskila og annað hafði áhrif þar. Þannig að það myndaðist bara mjög stórt mönnunargat og þessu fylgir náttúrulega ærinn tilkostnaður sem að erfiðlega hefur gengið að fá bættan að fullu og núna síðast samningurinn við Læknafélag Íslands sem er mjög kostnaðarsamur og hefur ekki verið bættur nema takmörkuðu leyti og hefur þess vegna, það má segja helmingurinn af þeirri fjárvöndun sem að er fyrir hendi hjá okkur núna árið 2026 er vegna kjarasamninga. En vinnur heilbrigðis og starfsfólk styttri eins og læknar? Vinna er styttri vinnuviku eða vinna er meiri yfirvinnu? Ég síðara myndi ég segja. Ég held að við þurfum að veita þjónustu allar sólarhringin og þurfum að mannana og það er bara styttri dagvinna þá en við höfum ekki geta fjölga, við höfum ekki fólk til að fjölga sem nemur því sem upp á vantar þannig að það er þá bætt upp með yfirvinnu. En þú nefndir þarna ýmsa þætti sem eru allir mjög mikilvægir en við erum að hafa það í huga að það er bara kostnaðarsamt að reka háskólasjúkrahús í fremstu röð og það er svolítið athyglisvert. Ég held það er einhver umræða sem hefur þrifist hérna árum saman eða jafnvel í áratugi að opinberar heilbrigðisstofnanir sé ekki vel reknar og það er með Landspítali. En hver er þá samanburðurinn? Hvaða gögn er verið að styðjast við? Og ef við horfum á samanburðin, það er helst hann, þá er verið að bera rekstur spítalans einhverja starfsemiseiningar saman við jafnvel einkareknar einingar á Íslandi. Ég meina eini raunhæfi samanburðin eru háskólasjúkrahús í öðrum löndum og við stöndum ekkert vel í þeim samanburði, myndi ég segja. Stöndum ekki illa í þeim samanburði? Við stöndum ekki sérlega vel í þeim samanburði varðandi fjárveitingar. Já, fjárveitingar, já. En varðandi svona hvernig þeir eru reknir? Já, en þá fyrir við með hver eru markmið. Við erum háskólastofnun með mikið akademísk hlutverk, kennslu, vísindaransóknir og því miður að þá eru þeir þættir vanfjármagnaðir. Núna þurfum við á því sem samfélag að halda að fjölga nemendum. Það þarf þá náttúrulega að bæði til háskólans og spítalans væntanlega að koma auknir fjármunir. Það er ekki mikið verið að horfa til þessara þátta. Þannig að mér finnst kannski vanta, í rauninu ef það er verið að gagnrýna eða halda því á lofti að það sé verulega ábóta vant til dæmis rekstrarstofnunar eins og Landspítala, þá verður það að byggja á einhverjum upplýsingum, staðreyndum og gögnum og við þurfum líka að hafa einhverja raunsæja sýn á hvað er við unandi eða við eigandi. Og ef við berum háskólasjúkrahús saman við önnur háskólasjúkrahús og þá er ég bara að byggja á alþjóðlegri reynslu að þá er kostnaður oft kannski 20-30% meiri á slíkum sjúkrahúsum út af flóknari viðfangsefnum, akademísku hlutverki sem að kostar peninga. Nú, til dæmis vísindastarfsemi Landspítala, hún hefur líka verið til umræðu og henni hafi hnignað og það er gagnrýni á það að það sé ekki verið að stíga nægilega vel við vísindastarfsemi. Ég myndi telja mikilvægt að fjárveitingar til vísindastarfsemi á stofnun eins og Landspítala væri afmörkuð. Það er ekki þannig. Það er gert ráð fyrir henni bara í heildar rekstrar umfangin og þá verður þetta útundan þegar að þjónustan er náttúrulega þegar hún þyngist og þarf að vera í fyrirrúmi. Þannig það er svo marga, þetta er svo flókið mál að mér finnst allavega umræðan oft ekki vera nægilega djúpstæð. En svo eru náttúrulega líka kannski aðrar heilbrigðisstofnanir sem ekki bera þetta sama hlutverk og Landspítali sem náttúrulega háskólasjúkrahús og líka svona þjóðarsjúkrahús. Þær geta kannski mætt sparnaði með því að sleppa einhvern verkefnum, loka fæðingaþjónustunni sumatíman og hvert fara verkefnin þá?
Já, ég meina ef það gerist að þá náttúrulega þeim vísa til stofnunar sem er opinn og að veita þjónustu og það þá lang oftast Landspítali. En ég meina það eins og kannski ekki óeðlegt við það í íslensku samfélagi að það sé að þjónusta sé skipulögð til dæmis að sumarlagi á einhvern ákveðin máta en þá bara verða að fylgja því viðeigandi úrræði. Þannig ég bara, það sem ég segi, það er örugglega alltaf hægt að gera betur en umræðan verður að vera byggð á viðeigandi upplýsingum og gögnum og við þurfum ég held að þjóðin vill að spítalinn standi undir nafni. Þjónustan á mörgum sviðum frábær við erfiðar aðstæður þannig að en eins og staðan í dag þá sé ég ekki að það sé hægt að draga saman fjárveitingar. Eitthvað gríðarlega. En segðu mér eitt af því sem var rætt fyrir nokkrum árum var svokölluð þjónustu tengt fjármögnun. Það er að segja að búta svona verkin, við vorum að tala svona þessa framleiðni, búta verkin niður í einhverju ákveðna þætti og svo fengi spítalinn bara greitt eftir því sem að hann framkvæmir. Hvernig hefur reyndin af þessu verið? Í fyrsta lagi var ég bara mjög fylgjandi þeirri nálgun, ekki síst í okkar litla samfélagi þar sem að Landspítalinn eina stóra sjúkrahúsið. Það er eitt af því sem hefur háð okkur náttúrulega í þessari umræðu að það er engin önnur sjúkrahús, það er engin samkeppni. Þannig og samaburður þess vegna og hafandi búið við þessi föstu fjárlög svona lengi og miklar efasemdir alltaf í kringum það að þá fannst mér alltaf bara tilvalið að láta bara verkin tala og það var gerður samningur milli Spítalans og Sjúkratrygginga Íslands að 56% af starfsemi spítalans er fjármagnaði með þessum hætti og það þá stór hluta klínísku þjónustunni, ekki þó til dæmis öldrunarþjónusta, endurhæfingarþjónusta og geðþjónusta. Nú það hefur gengið vel, verð ég að segja, að við höfum þessi 3 ár frá 2023, þá höfum við verið með, það er kannski leiðilegt að nota orðið framleiðslu en þjónustu umfram áætlun, svona í kringum 4-5% á hverju ári. Nú samningurinn gerir ráð fyrir því við Sjúkratryggingar Íslands að upp að 4% umfram framleiðslu að þá fáum við það greitt að fullu og svo 30% fyrir það sem umfram en að samaskapi þá dregið af okkur ef við erum undir áætlunum. En fjárlög, þetta hefur verið útfært með þeim hætti að í fjárlögum að þá er sjóður sem að þá fjármagnar þessa umfram framleiðslu, hann er takmarkaður. Þannig að við höfum ekki fengið þá greiðslu fyrir þessi verk að fullu umfram og ég er mjög ósáttur við það. Ég meina að það ráðist í þessa nálgun sem er vel þekkt í sjúkrahúsrekstri, þá finnst mér eðlilegt að fara bara alla leið í því. Ekki vera að þetta er svona eins og ígildi hálfgerða fastra fjárlaga ef að það er ekki verið að greiða fyrir þau verk sem unnin eru. Nú það er gert ráð fyrir því að þessi sjóður hækki 200 milljónir á ári, þannig að það tekur þá kannski 5 ári eða meira í viðbót að ná upp í þessu 104%. Við höfum verið að fá svona kannski helmingin af fjárhæðinni. Að einhverju leyti hefur heilbrigðisráðuneytið reynt að koma til móts við þetta en enga síður að mér finnst þetta að vera miður. Þetta er svona hvatakerfi án hvata. Já, en ég tel vera tækifæri í því fyrir okkur að útfæra þetta ennþá frekar þess að þjónustendur fjármögnun. Við erum í rauninni í því ferli varandi svona rekstur stofnunarinnar í heild að svona nálægt byrjunarreit. Það er að segja það er þetta útfærðanir einstakar einingar og fjármagna einstakar einingar með þessum hætti. En þá þarf náttúrulega launabætur að það þarf náttúrulega að taka tillit til launahækkana líka í því annars getum við sett bara einstakar starfsemiseiningar á spítalanum að kaldan klaka ef það kom ekki fjárveitingar fyrir framleiðslunni. En hvað ef að þið á spítalanum getur fengið kannski ekki allt fjármagn sem eitthvað listir en ef þið getur fengið svona COVID-stemmingu þar sem bara nú fáið þið bara fjármagn sem þið þurfið til þess að gera hlutina, við auðvitað fylgjast með ykkur og þeir láti vita hvað er að gera. Hvernig, hvað myndir þið vilja gera? Það er náttúrulega, við erum, ég tel að við sem að veita frábæra þjónustu, ég meina við skoðum OECD-gögn og bara alþjóðlega gögn um þjónustu sjúkrahúsa, þá stöndum við mjög vel. En það er gríðarleg framþróun í gangi og við náttúrulega erum alltaf
einhverjum skrefum á eftir nágrannaþjóðunum í innleiðing á nýrri tækni og svo framvegis. Núna stöndum við frammi fyrir gríðarlegum áskorunum eins og bara eiginlega flestallar vestrænar þjóðir þegar við horfum til næstu ára að verkefnin auka stöðut og það hefur verið að gera, hefur átt í stað hérna síðustu ára eins og í varðandi þjónustutengdu fjármögnun að við framleiðum meira hverju ári og við sjáum fram á bara vaxandi verkefni. Ég meina það er fjölgun fólks hérna, það er öldrun þjóðarinnar og svo framvegis. En mannauðurinn fagstéttirnar, þeim fjölgar ekki í takt við þetta aukna verkefnaálag og það eru allir að vinna því núna að finna nýjar leiðir til að veita þjónustu með minni mannafla og reiða sig á tækni og því fylgir kostnaður. Nú ég mjög fylgjandi þeirri leið sem að farin hér að stofna sérstaka einingu sem heitir Stafræn heilsa varðandi stafræna þróun innan heilbrigðisþjónustunnar að því að þó að Landspítali beri höfuð og herðar aðra stofnanir og við erum náttúrulega komið miklu lengra en aðrir í þróun að þá bara margar þessar lausnum eiga við heilbrigðisþjónustunni í heild þannig að mér finnst eðlilegt að fara þá leið án þess að koma nokkuð niður á okkar svona sérhæfðu lausnum en ef við horfum til annarra þjóða þá verið að setja mikla fjármuni í þennan þátt, miklar fjárfestingar. Stafræn heilsa stofnuð og það engin fjárfesting í rauninni sem fylgir því. Þannig ef árangur á að nást og ég tel að það þurfi virkilega að setja gríðarlegan kraft í þetta og það gróska hér eins og hefur í ítrekka komið fram, það mikið af fyrirtækjum og sem eru að þróa lausnir og ýmiss konar gervigreinda lausnir og framvegis fjarþjónustu lausnir sem við þurfum að nýta okkur en það kostar peninga. Þannig að ég held að við getum sannarlega varið mjög vel auknum fjármunum ef við fengjum þá. Enga síður þá það þannig í heilbrigðisþjónustu og það á við Landspítala líka að það endalaust að þetta eyða peningum í góða þágu. Þannig að það þarf að hafa ákveðin hemil á því líka. Það þarf að hafa ákveðið taumhald. Já. En eitthvað nú eins og við nefndum þá heilbrigðisþjónusta ekki fara að minnka að umfangi með fólksfjölgun og öldruninni. Eitthvað svona þú nefnir þessa tækni, hún getur hjálpað okkur og ná að halda vel utan mannauðinn. Eitthvað annað sem þú sér svona í skipulagi heilbrigðisþjónustu á Íslandi sem að gæti hjálpað okkur við að vera með svona okkurna sjálfbærni? Róbotar og nú erum við að mennta helmingin af læknum sirka erlendis þannig að þetta eru tveir þættir bara sem ég vildi skjóta en hlutverk þeirra kannski ekki endilega að koma í staðið fyrir háþróað fagfólk en það að nýta róbota marga vegu til aðstoðar það svona hluta af þessari tækniþróun. Mannauðurinn klálega, ég verð að segja að á mínum tíma sem forstjóri Landspítala það sem ég myndi vilja hafa haft svigrúm til að gera meira í þágu mannauðsins. Það þarf að rækta mannauðin, það þarf að hlúa að mannauðinum, þetta eru krefjandi störf, það þarf að styðja við tækifæri til líkamsþjálfunar, íhugunar og svo framvegis og allt kostar þetta fjármuni. Við höfum ekki haft fjármuni til að gera neitt að ráði í þá veru. Ég myndi vilja gera það. En að því að nefnir heilbrigðisþjónustuna, mér finnst þetta gríðarlega hagræðinga tækifæri fólkin í bara bættu skipulagi, betri yfirsýn, nýtingu úrræða ef maður horfir á heilbrigðisþjónustuna í heild. Ef við horfum bara á skurðstarfsemi, auðvitað vaxandi eftirspurn eftir henni eins og öðru, við verðum alltaf á hverjum tíma með svona takmarkað framboð á skurðþjónustu, sama hvort það á Landspítala, öðrum stofnunum í einkarekinni þjónustu. En eftirspurnin meiri heldur en frambóðið og þá þurfum við að nýta úrræðin á eins góðan hátt og kostur og í réttri forgangsröð. Þá þarf yfirsýn og skipulag. Nú varðandi innviði heilbrigðisþjónustunnar, rekstrar innviði, gæða starfsemi
rannsóknarþjónustu, það er alls konar þættir sem að væri hægt að skipuleggja öðruvísi og hagkvæmari hátt. Ef við tökum bara rannsóknarþjónustu, þá þróun orðin þannig að í raun og veru hefði rannsóknarþjónustu Landspítala getu til þess að anna öll þjónustu fyrir all landið. Vissulega náttúrulega verðum við að horfa til dreifðara byggða. Það er þetta að leysa marga þeim þáttum með einfaldari aðferðum heldur en stóri rannsóknarstofu og gera þá allar svona veigameiri rannsóknir á spítalanum, bara sem dæmi. Það eru ýmiss konar tækifæri. Rekstur, fjármálastjórn, þetta þarf ekki að vera staðbundið allt saman. Þannig að en frumþjónustan, mér finnst það að vera svona kannski sá þáttur í heilbrigðisþjónustunni sem ég tel að þyrfti sko að efla verulega. Þá ertu að hugsa um heilsugæsluna Heilsugæsla, já, og þannig þessi greitt aðgengi, það verður að vera mjög greitt aðgengi fyrir ný vandamál. Ég meina þannig að fyrst að koma einstaklinga að leita eftir þjónustu, það verður að vera mjög greitt aðgengi þar, vegna þess að við vitum ekki hvort að vandinn er einfaldur, sakleysislegur eða jafnvel alvarlegur. Vegna þess að þetta er ekki alltaf þannig að fólk sé fárveikt og leiti bara beint í bráðamóttöku, en það geta verið einkenni langvinnra sjúkdóma sem eru alvarlegir í raun og það sem að þyrfti að grípa inn í fljótt, og þá er alveg til en allar heldur að fólk sé að bíða kannski vikum og mánuðum saman eftir að fá tíma. Þannig að við þurfum að huga þessu, og ég held að við erum bara 400.000 manns hérna. Þetta er minni fjöldi heldur en upptökusvæði margra háskólasjúkrahúsa í öðrum löndum. Þannig ég held að við verðum að horfa á þetta á heilstæðari hátt og sameina okkar krafta eins mikið og hægt er með góðri stjórnun og yfirsýn. Þetta er bara frábær lokaorð. Runólfur, takk hérlega fyrir að koma til okkar og gefa okkur aðeins innsýn í hvað svona fjármál þýða í rekstri stórar heilbrigðisstofnunar. Já, takk fyrir. Það er svolítið svona ábyrgðarfullt starf að stýra svona stórri og mikilvægri heilbrigðisstofnun. Já, þetta er eitt stærsti vinnustöðar landsins bara. Já, og eiga einhvern veginn allt undir ákvörðunum sem eru teknar í stjórnmálunum og svona stefnum og straumum í efnahagsmálum. Þú veist, ekki bara því að það getur komið kreppa eða það getur komið hrun eða getur eitthvað, eða COVID sem náttúrulega gerbreytti starfsemi spítalans, það getur eitthvað svona gerst, heldur líka bara þegar að svona hlutir eins og lækkun ríkisútgjalda svona hálfpartinn komast í tísku, þú veist, og verða svona inn. Og þá ertu með spítala sem að þarf einhvern veginn að bera það, en ber samt að þessa ábyrgð. Og má ekki gefa eftir í kröfunum þjónustu. Ef ég minni á þríðningsmódeli, sko, eitt eru peningarnir, en síðan er það fólkið sem vinnur þarna, heilbrigðisfólkið, og síðan er það, hvað er verið að framleiða. Þetta er ekki bílaverksmiðja eða smörgisverksmiðja, það verið að búa til lækningu á sjúkdómum, kannski fólki erfiðustu aðstæðum lífsins, og þú vilt ekki hafa sparnað þá yfir þér. Nei, þú vilt þannig ekki. En það koma reglulega svona, þú veist, svona viðskiptaráð og einhverju svona aðilar og rekstri sér að bara reka þetta eins og fyrirtæki. Ég myndi ekki vilja fara á sjúkrahús sem er ekki eins og fyrirtæki. Nei. það sem er arðbært er einhvern veginn gert og selt. Nei, og það sést nú alveg svolítið í einkarekstri að það er náttúrulega mjög auðvelt í einkarekstri það sem er eitthvað svona einfalt og afmarkað. Það er gjarnan svona talað um rjómafleitingu þá, taka að sér það sem er svona svolítil framleiðsla, en svo öll flóknu... Þú getur tekið þeirra skiptum liði, það sem bara fólk kemur inn og fer út og það er bara biðlisti, en síðan bara kemur fólk inn á bráðamóttöku, kemur bráðveikt fólk og þá þarf það að vera með sólarhringsþjónustu og getur þurft að vera með mjög fært fólk, sko, sem þú getur bara náði í rösklega. Þetta er vandinn af svona framleiðslu og viðskipta hugsuninni að allt sé, við lærðum svona aðfangakeður, allt sé einhver framleiðslukeðja. Það á við bílaframleiðslu, smjörlíkisverksmiðju og jafnvel sumt annað, en það eru til annars konar stofnanir eins og símafyrirtæki og bankar sem byggja á neti
og síðan eru til þriðja tegundin af svona hvernig þú myndar virði, það eru einhvers konar svona lausna, lögfræðistofa, verkfræðistofa, spítali. Þú ert að leysa eitthvað erfitt vandamál og þú getur ekki sett það upp í einhverja framleiðslulínu eins og á færibandi, sko. En það svona þessi þjónustu tengda fjármögnun, hún svona svolítið að vonast til þess. En einhvern tímann kom einhver erlendi fyrirlesari sem svona sérfræðingur í stefnumótun heilbrigðismálum og hann sagði að þjónustu tengd fjármögnun væri mjög skrítin hugmynd í það sem einn greiðandi, þessi ríkið. Já. Þetta sé kannski skiljanlegt þegar þú ert með marga greiðendur, það sem þú ert að geta búta verki niður. Og þá spurning er umhyggja verk. Þú veist, ef ég klappa þér á öxlina og eyði með þér 10 mínútum lengur af því að þú ert kvíðinn og skelkaður fyrir aðgerð sem þú ert að fara í, sem kannski sá sem hefur hliðin að það er ekki kvíðinn og skelkaður fyrir, flokkast hún með? Já, þetta er hættulegt að taka allt yfir í framleiðslu eða viðskipti, sama af hvort við vorum að tala um leikskólana eða spítala, að það er eitt er umgjörðin, bara hvernig aðstæðanur eru, við vorum að tala um mikla leikskóla eða þarna við erum búin að allt og lengi að klára að byggja nýjan spítala með við vöxtinn á þjóðinni og aðstæðuna sem eru endalaust í fréttum og líka ytri umgjörðina, þessi ekki byggð hjúkrunarheimili til að taka við bara fólkinu sem er búið að afgreiða út úr framleiðslu spítalans sem og síðan er það hitt hvernig á þjónustan að vera örugg og góð og svo náttúrulega þetta einfalda, ég meina það sem er oft talað það sem er ekki að það ná framleiðinu aukningu, það eru þessi umhyggju hagkerfisstörf, hvort sem það er að sjá börnin og leikskóla, gamla fólkið á hjúkrunarheimili eða í spítala, að þá þú nærð ekki framleiðinni vexti eða aukinni framleiðinni með því að gera hlutina einhvern veginn hraðar og strömlínulagaðar, að því gæðin aukast í raun og veru með fleiri höndum, betri umhyggju og þess vegna vex kostnaðurinn og svo koma bara kjarasamningshækkanir og stytting vinnuviku eða bara skortur á starfsfólki og fleiri yfirvinnutímar, að þetta er allt eitthvað sem að veldur kostnaðaraukningu sem þarf að bregðast við með auknum útgjöldum og skera niður. Ég tók eftir því daginn að það voru fréttir vanda bráðamóttökunar sem er náttúrulega gömul saga ný og þá urðu mikið læti svona í bergmálshöllinum á mínu Facebooki yfir því að ekki væri svona gripið í útrétta hönd klíningarinnar sem sagði við erum með, man ekki 20-25 rúm og þau eru bara tilbúin og við getum bara græjað svona marga sjúklinga. Og þetta hljómar svona, okkur er ekki verið að nota þetta ef að fólk kennst ekki fyrir og liggur á einhverjum göngum. En þá fyrir mér að hugsa, er mönnun sem fylgir, er opið allan sólarhringinn, er allt fyrir hendi sem þarf og hvað eiga skattgreiðendur að borga á rúmið? Og þessum spurningum hefur ekki verið svarað. Nei, og spítalinn ætti í raun og veru frekar að geta sett refsigjöld á ríki sem skaffar þeim ekki hjúkrunarheimili til að koma afgreiddu sjúklingunum burt út af spítalunum. Þannig er þetta á Norðurlöndunum, það er þetta að ríkið getur spítalarnir getur, einhverjum Norðurlöndum, að spítalarnir getur rukkað sveitafélögin fyrir bara daggjald. Já, ef þeir eru ekki tilbúin með pláss á hjúkrunarheimili, elliheimili, að það bara og þetta ætti að vera hægt að gera þetta hér fyrst það er hægt að gera þetta í miklu stærri samfélögum. Já. En við ætlum aðeins að bara svona áður en við lokum þessari umræðu. Við eigum von á stýrivaxta ákvörðun í næstu viku. Já. Og spáaðilar, náttúrulega það er allir sammála að verðbólgan sé síst að fara lækkandi. Náttúrulega þetta olíu... Það byrjaði stríð og olíuverði rauk upp og svo sagði Trump eitthvað að stríðið myndi vera fljótt búið og þá lækkaði olíuverðið og svo hækkaði aftur. Núna er verið að tala að geti farið
upp úr 100 upp í 200 sko, þannig að Munu markaðir einhvern tímann hætta að sveiflast eftir því sem Trump segir, af því hann segir svo margt? Nei, það ekki víst meðan hann forseti að þeir hætti því, meðan hann í svona miklum aðgerðum. En sko, það sem að gerðist núna við svona stríðsóróa, þá venjulega flýja fjárfestarinn í öruggar fjárfestingar, eins og ríkisskuldabréf Bandaríkjanna, og þá lækkar ávöxtunarkrafan, þau verða ódýrari, sem að jafnar út ef það þú veist, óvissa og ríki þarf að fara eða meira, en núna varð öfugt, sko, af því að það svo mikil óvissa með hvað hann gerir líka varðandi bara sín ríkisjóð, hann að reka ríkisjóðin sinn með 6% halla, stríðsreksturinn náttúrulega dýr og þannig að fjárfestarnir einhvern veginn að hugsa hvar getum við nú gemt peningana öruglega í þessum óvistímum, við treystum alla Bandaríkjunum lengur, þannig að það eitt, hitt síðan bara sko hvað tekst að bæði með orkuskiptum og nú byrjað að sleppa út byrðum af olíu til að reyna að hafa áhrif á verðið. Það svona opinber afskipti af verðlagningunni til að bregðast við verðbólgunni, að sleppa út olíubyrðum inn á markaðinn til að dempa áfallið. En nú svona hækkanir skilja sér alltaf mjög rösklega til Íslands. Já. En ekki lækkanir? Nei, það er mjög furðulegt. Við þyrstum kannski að kanna það eins nánar. Að því, sko, það náttúrulega eins og allir elska verðbólgunni því það svo auðvelt þá að auka við að hækka verð. Já. En við höfum náttúrulega farið ítalið yfir þessar verðbólgutölur hjá VR og við sjáum að verðbólgan á breiðum grunni og spár eru smám saman farnar að benda til þess að forsendur kjarasamninga geti brostið í haust. Það þýðir þá að verðbólga ársverðbólga yfir 4,7% í ágúst eða hálfsársverðbólga eitthvað aðeins lægri. Og það í rauninu óháð olíunni. Þannig að sko við erum í rauninni með of háa verðbólgu með við það sem stemt var að í tengslu við kjarasamninga og svona eftir forskrift Seðlabankans. Óháð því að það sé að olían sé að fara að rjúka upp og auðvitað hefur olían áhrif á svo margt annað. Já. Og sko seinni og þriðju áhrifin á henni fer út í verðlag og svo mörgu sem notuð annarkvort olíuefni í að búa til eða bara áburður og þú veist eða bara orkuverð yfir höfuð, þannig að það raun og veru það sem að lætur svona vofu verðbólgunar vofa yfir heiminum núna en hins vegar verið að grípa í til að bregðast við því og þetta náttúrulega óheppileg tímasetning á stríði og náttúrulega óskiljanlegt stríð á margan hátt en viðbröðin út í heimi eru sko helmingi meiri núna varðandi olíubirgðirnar sem sleppt út með við innrásinni í Úkraínu, hvort að það dugi eitthvað eða kalli á meira eða bara, já, það í raun og veru það sem við vitum ekki, en óvissan líklega til að auka á verðbólgu væntingarna sem við vorum að ræða einu sinni. Þannig að það óheppilegt og sko það sem að, svo ég vísi aftur í það sem að Már sagði í viðtalinu, sko, ríkisfjármálin geta ekki verið í einhverju bílstjórasæti við að ná niður verðbólgunni og náttúrulega sko, stýrivext að hækkun lækkar ekkit olíuverðið sko. Nei, þannig að við erum sko eiginlega, já, með mjög erfiða stöðu fyrir framan okkur að hagvöxturinn raun og veru bara rétt 1% og hann hefði verið bara hálft ef að loðnan hefði ekki orðið meiri, þú veist, þannig að hagvöxturinn það er mjög lítil útflutningsaukning, núna verið að tala alþjóðlega líka bara þetta stríð fara að draga úr ferðalögum, þannig að ferðaþjónustan gæti orðið fyrir niðursveiflu og verðhækkanir í á sama tíma, þannig að ég held að kreppuverðbólgu umræðan sem þú varst skömmuð fyrir að vekja máls á í byrjun árs sé eiginlega satt að segja orðin
svolítið ógnvænlega nær okkur heldur en hitt. Vonandi ekki, en það er ýmislegt sem bendur til þess. Og það að hækka vextina aftur, getur verið að ýta undir verðbólguna, af því við þurfum ekki kælingu að hagkerfum núna þegar hagvöxturinn nánast farinn og heims óróin að valda allskins blikum á lofti. Það er málið, þetta stýrivaxtatæki náttúrulega aldrei gallaði þeirri stöðu sem við erum í núna og það sama má segja þó að þú farir í það að kreista áfram skuldara og leigjendur og barnafólk að þá ertu sannlega voðalega lítið að fara að gera í einkaneyslunni því að hún er ekki þar. Og hagvöxturinn mest að koma frá einkaneyslunni. Akkurat. Og aftur þetta er svo flókið samþætt samspil, þess vegna er svo varasamt að horfa á verðbólgan er bara út af þenslu, bara út af ómiklum launahækkunum, bara út af, það er ekki þannig. Það er flókin. En þetta allavega, við erum í þessum þætti búin að spá svolítið í ríkisfjármálin og svona aðhaldið. Við erum kannski minna búin að vera að spá í hvað ríkið gæti gert, því að þetta hefur ýmist tæki til þess að taka peninga úr umferð ef það eru miklu peningar í umferð og hefur svona ýmist stýritæki á sinni hendi, en það sem að þessi stjórnvöld hafa lagst mesta áherslu á er hallærisfjárlög. Þau hafa vissulega ráðist í einhverju tekjuöflun á móti, en svona minniháttar myndum að segja. En þau ætla að halda aðhaldsvegferðin áfram og við munum halda áfram að fylgjast með þeim áhrifum sem að það hefur á þjónustu og á gjaldtöku gagnvart vinnandi fólki. Og hvort aðhaldi fari að færast yfir á tekjuöflunar hliðina hjá hinu opinbera. En við setjum punkt við þetta núna og höldum áfram síðar. Takk.